Flott, þá bara byrjaði það ekki. Flott. Biðjumst innilega afsökunar á þessum tæknilegu örðugleikum. Það var einhver erfiðleika við að koma útsendingunni af stað, en ég vil bjóða okkur hjartanlega velkomin í þessa beinu útsendingu af vorfundi Grænna skrefa. Ég heiti Hildur og er stödd norður á Húsavík og í verkefninu með mér eru þær Birgitta, Ásdís og Þorbjörg sem að þið munu hitta hérna á eftir. Og það var heldur betur komin tíma á að við héldum fund grænu skrefin og enda mikið búið að gerast bæði í verkefninu sjálfu og í samfélaginu og við erum mjög spenntar að vera með ykkur hérna í dag. Á dagskránu eru 4 erindi þar sem að við komum inn á ýmsu hliðar grænu skrefana og ég ætla að byrja að segja ykkur aðeins frá stöðunni á verkefninu og framtíðarhorfunum. Svo tekur Birgitta við og segir ykkur frá græna bókhaldinu. Þorbjörg ætlar að sýna ykkur nýja heimasíðuna okkar og að lokum ætlar Ásdís að segja ykkur frá skyldu ríkisaðila til að setja sér loftslagsstefnu og leiðbeiningum sem við umhverfisstofnun erum búin að vera að vinna að undanfarið. Og ég hvet ykkur til þess að vera ófeimin við að setja inn spurningar til hliðar í spjallinu og við munum gera okkar besta að svara þeim eftir hvert erindi. Þessi ársbyrjun hefur sannarlega verið óvenjuleg og mörgum mjög erfið, en það er þó alltaf einhver lærdómur og eitthvað jákvætt sem kemur út úr krísum eins og kófinu. Og það sem snertir okkur helst í þessu verkefni er þetta risastóra stökk áfram í fjarfundarmenningu og heimavinnu. Það má eiginlega segja að við höfum öll farið á einhvers konar svona hraðnámskeið eða crashkúrs í að halda og sækja fjarfundi, ráðstefnur og jafnvel námskeið með vinnustofum með fólki í öðrum löndum og það hefur verið alveg magnað að fylgjast með þessari breytingu. Og þetta er auðvitað stór hluti af grænu skrefunum og mjög mikilvægur liður í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda vegna samgangna bæði innanlands og utan. Auðvitað henta fjarfundir ekki í öllum samskiptum og það er betra þegar það gengur vel að koma útsendingum á stað, og oft er nauðsynlegt að hittast í eigin persónu. En við trúum því samt að nú sjáum við fleiri ljósið og tækifærin sem í þessu liggja og nú þegar venjulega rútínan tekur við þá vonum við virkilega að þessi breyting og þessi nýja fjarfundamenning sé komin til þess að vera og við hlökkum til þess að fylgjast með því svona post-COVID. En stjórnarráðið, ríkisstofnanir og fyrirtæki í meirihluta eigu ríkisins eiga að sjálfsögðu að vera fyrirmyndir fyrir fyrirtæki og fólki í landinu þegar kemur á umhverfismálum. Og þar koma grænu skrefin mjög sterk inn til leiks, en verkefni var einmitt sett á laggirnar til þess að styðja við ríkisstofnanir og aðstoða okkur við að innleiða öflugt umhverfisstarf á hverjum vinnustað. En meginmarkmið grænna skrefa er að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi ríkisins og ekki síður að efla umhverfisvitund starfsmanna. Og það er algjör óþarfi að allir sé að finna upp hjólið og því reynum við að gera okkar besta í að miðla og deila upplýsingar stofnana á milli svo að vegferðin verði okkur öllum sem auðveldust. Og nú langaði mig að deila með ykkur glærum sem ég vona að þið sjáið sem að sýna skrefin 5. Verkefnið er mjög einfalt og aðgengilegt og ættu allar stofnanir að geta tekið þátt. Stofnanir skrá sig til leiks og fylgja skýrum gátlista sem er skipt upp í 5 skref og í hverju skrefi eru 20 til 40 aðgerðir sem að stofnanirnar innleiða í sínum rekstri eða starfsemi og skrefunum og aðgerðunum er skipt upp í þessa 6 flokka sem við sjáum vonandi hérna á skjánum. Innkaup, miðlun og stjórnun, viðburðir og fundir, flokkun og minni sóun, rafmagn og húshitun, orkunotkunin og svo samgöngur. Og eftir hvert skref er veitt viðurkenning og það er mjög misjafnt hversu hratt stofnanir taka skrefin. Sumar taka jafnvel 2 eða 3 skref í einu og eru langt komin í skrefunum þegar þau byrja, á þess að kannski vera búin að hugsa út í það.
En við leggjum mjög mikið upp á því að halda öllu starfsfólki upplýstu gang mála í verkefninu og það mjög hvetjandi fyrir alla að vera með góða upplýsingagjöf og fagna hverju skrefi og áföngum í umhverfisstarfinu. Í dag eru 87 stofnanir skráðar til leiks í grænum skrefum sem gera 290 starfsstöðvar allt land og verkefni nær því til tæplega 10.500 starfsmanna ríkisins. Og við finnum fyrir rosalega miklum áhuga á verkefninu og fögnum því hversu margar stofnanir og fyrirtæki vilja sýna ábyrgð í verki og taka umhverfismálum föstum tökum. Og við viljum endilega nýta tækifærið og benda ykkur á að samkvæmt loftslagsstefnu stjórnarráðsins eiga allar ríkisstofnanir og fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkisins að hafa lokið innleiðingu á öllum 5 skrefunum fyrir 1. júní 2021. Þannig að það góður tími til stefnu og við tökum bara fagnandi á móti nýjum þáttakendum. Hérna á glæri sjáum þið hvert ráðuneytin hvar þau eru stödd í skrefunum. Forsætis- og ráðuneyti og umhverfis- og auðlindaráðuneyti eru búin að ná þarna öllum 5 skrefunum og hinn eru komin vel á leið. Utanríkisráðuneyti ætlar að byrja og vinna hratt núna og eru skráð til leiks og eiga eftir að taka nokkur skref örugglega bara núna á næstu viku. Og hér sjáum við svo hlutfall undirstofnana sem taka þátt í grænum skrefunum. Hérna kemur utanríkisráðuneyti enn betur út því þau eru skráð til leiks og eru bara með eina starfsstöð. Og svo þetta bara, erum mjög spenntar að sjá framþróun næstu dögum. En sem sagt svona verkefni eins og grænu skrefin eins og græn skrefin þarf að vera lifandi og uppfærst í takt við fyrri reynslu og nýja þekkingu og við sjáum fram á að uppfæra aðgerðirnar í haust en þá verða 2 ár liðin frá fyrri uppfærslu og uppfærsla mun taka mið af auknum áherslum á loftslagsmálin samanber loftslagsstefnan sem Ásdís ætlar að segja ykkur frá hérna eftir og einnig nýrri stefnu opinber innkaup og innkaupastefnu matvæla fyrir ríkisaðila. Og við hvetjum ykkur sömuleiðis að senda okkur inn hugmyndir og ábendingar hvað megi betur fara og hvað megi jafnvel taka upp í skrefunum. Og þátttakendur í skrefunum hafa verið mjög duglega að senda á okkur ábendingar og við höfum verið í góðum samskiptum og erum mjög þakklát fyrir það. Einnig munum við í haust keyra endurmat af stað hjá þeim stofnunum sem hafa náð 5 skrefum og 2 ár liðin frá því og þær stofnunum munu þá taka nýju aðgerðirnar til greina. Og við viljum standa okkur betur í miðlun og fræðslu og við sjáum fyrir okkur að útbúa fræðslumyndbönd verkefnið og jafnvel vera virkari í svona fjarerindum ef áhugi fyrir því. Og svo munum við að sjálfsögðu halda áfram að mæta á ykkar vinnustaði og bjóða upp á alls konar fræðslu fyrirlestra eftir því að kalla. Hvað svo fleira í fréttum? Jú, við fengum 2 nýja starfsmenn, það Ásdísi og Þorbjörgu sem að byrja núna í byrjun árs og munu þær taka við samskiptum við nokkrar stofnanir á næstu misserum. Skil á grænu bókhaldinu hafa alfarið færst yfir í gagnagátt hjá Umhverfisstofnun og Birgitta segja ykkur betur frá því og eftir. Við höfum svo hvatt tásurnar og erum komin með þetta nýja útlit sem að ég vona öllum líki vel við og nýja heimasíðu sem að Tobba Þorbjörg ætlar að segja ykkur frá hérna á eftir. Og við hvetjum ykkur til þess að uppfæra logo í undirskriftum og ykkar síðum og panta endilega vinnugögn af heimasíðunni. En þá ætlum ég ekki að hafa þetta lengra. Og ef það eru komnar einhverjar spurningar, tökum við með þeim áður en við förum í næsta erindi. Hæ, þetta er Birgitta hérna. Ég komin með eina spurningu. Já. Hvernig með úttektir út á landi? Mætið þið á staðinn? Mjög góð spurning. Við mætum, við reynum að fara einu sinni á hvern stað, en við höfum verið að fikra okkur svolítið áfram í fjarúttektum í gegnum Skype eða Teams
og þá bara með myndaðilum og það hefur bara gefið sér mjög vel en auðvitað langar okkur að reyna að koma og heimsækja alla. En þá bara eru fleiri spurningar komnar. Já, það var að koma inn hérna. Ef ég með tillögu eða ábendingu það sem betur maður fara, hvar best að koma henni á framfæri? Já, það best að senda okkur pósta á grænskref@grænskref.is eða hafa samband við okkur beint í gegnum tölvupósta. Já, það virðist vera eitthvað bilir á spurningakerfinu því miður, afsakið það innilega. En biðjum ykkur bara að senda spurningar í tölvupósti og við svörum ykkur hæl. En þá ætlum ég bara að gefa boltan yfir að þig, Birgitta. Já. Og græna bókhaldið. Takk fyrir það og kannski benda á að senda þá bara spurningarnar á grænskref@grænskref. Ég ætla að deila með ykkur hérna skjá. Látum okkur sjá. Svona, þetta var komið. Komið sæl og blessuð og óbúslega gaman að vera hérna með ykkur í dag, Þetta gaman að prófa svona nýjan vettvang til þess að eiga samskipti og vonandi getum við fara að nota þetta meira í framtíðinni eins og Hildur talaði En ég heiti Birgitta og ég ætla að fá að ræða hérna við ykkur græna bókhaldið. Og ég ætlaði svolítið að reyna að ná bara svona stóru myndinni, það að segja hvað grænt bókhald, hver ávinningurinn af því að halda slíkt bókhald og hvernig berum við okkur að. En græna bókhaldið, það kemur við sögu í öllum 5 grænu skrefunum og að okkar viti þetta ein mikilvægasta aðgerðin í öllu verkefninu. Og grænt bókhald það í rauninni magnbókhald sem að veitir okkur upplýsingar frammistöðu í umhverfismálum, bara á svipaðan hátt og rekstrarbókhald veitir upplýsingar fjárhagslega frammistöðu. Og það að halda grænt bókhald, það snýst einfaldlega það að við erum að safna saman tölulegum upplýsingum magn og eðli innkaupa. Þannig að þetta að gefa okkur svona svolítið nýja vídd í hið hefðbundna bókhald, þar að segja þessar umhverfisvídd. Og leið og fyrir að halda utan lykiltölur okkar stofnunar, þá fyrst vitum við hvað við erum að nota, hver okkar úrgangsmyndun hver losunin frá starfseminni og þá fyrst getum við fara að setja okkur markmið að nota minna hér, breyta okkar notkun eða draga úr losun og svo framvegis. Þannig að græna bókhaldið náttúrulega bara frábært tól til þess að fylgjast með árangri og setja okkur raunhæf markmið. Og það auðvitað óbúslega hvetjandi fyrir starfsfólk að vera í grænu skrefunum og þar eru náttúrulega alltaf að fá starfsfólk með okkur í að innleiða hinar ýmsu aðgerðir til að bæta umhverfisstarfið. Og það svo gott að geta bara sýnt svart á hvítu hver árangurinn af öllum þessum aðgerðum Og við hvetjum ykkur sjálfsögðu til þess að vera duglega að miðla niðurstöðum græns bókhalds til starfsmanna og ekki síður út á við. Þetta náttúrulega frábært tæki til þess að miðla upplýsingum umhverfisframmistöðuna, ef svo má segja. En hérna sjáum við hvaða flokkar þetta sem við erum að taka til í græna bókhaldinu. Þetta eru svona þessi þættir sem hafa hvað mest umhverfisáhrif í svona venjulegri skrifstofustarfsemi. Þetta úrgangurinn, þar að segja heildarmagn úrgangs og svo endurvinnslu hlutfalli okkar, notkun okkar á pappír og hvort að hann umhverfisvottaður eða ekki. Við erum að fylgjast með samgöngunum, þar að segja vegasamgöngum og flugi og eldsneytisnotkuninni þar. Þetta rafmagns- og heitavatnsnotkun í húsnæðum stofnunarinnar og svo efnanotkun, þar að segja þau ræsti og hreinsiefni sem við erum að nota, magn þeirra og hvort þessu umhverfisvottuð eða ekki. Og upplýsingar þessa þætti fáið einfaldlega bara í bókhaldi stofnunarinnar eða þið þurfið kannski að óska sérstaklega eftir þeim frá ykkar byrgjum og við hvetjum ykkur til þess að vera bara duglega að þrýsta á ykkar byrgja að veita greinargóðar upplýsingar þessa þætti. Og það náttúrulega bara þeirra hagur líka að halda vel utan þessar upplýsingar og við getum náttúrulega haft mjög mikinn mátt ef við erum allar þessar stofnanir að þrýsta á fyrirtækin. Og við hefum fundið það náttúrulega bara í grænum skrefunum og líka bara hérna í umhverfisstofnun að flestir byrgjar eru bara allir að vilja gerðir til þess að veita okkur þessar upplýsingar. Eins og ég segi, það líka bara þeirra hagur. Þannig að við þurfum bara að vera duglega að láta ykkur heyra. Já, til dæmis núna í vikunni þá vorum við hjá umhverfisstofnun að fá í fyrsta skipti yfirlit frá okkar bílalegu yfir í rauninni aflgjafa þeirra bíla sem við höfum leigt sem að bætir náttúrulega okkar skráningu í græna bókhaldinu verulega, gefur okkur miklu betri mynd af því hvernig losun frá vegasamgöngum okkar, hvernig hún Þannig að
Þetta alltaf að batna og allir að vilja gera til þess að veita okkur þessar upplýsingar. En það sem að græna bókhaldið gerir líka að það reiknar fyrir okkur losun gróðurhúsalofttegunda vegna þessara bláu þátta hérna, frá úrgangi, samgöngum og orkunotkun. Og losunarstuðlar sem við hjá Umhverfisstofnun gefum út, þeir eru innbyggðir í bókhaldið. Og það er náttúrulega bara óbúslega mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því hver losunin frá starfseminni og hérna bara rosalega mikil áhersla náttúrulega á loftslagsmál í samfélaginu og ég tala ekki þessa skyldu sem núna komin á ríkisaðila til að setja sér loftslagsstefnu eins og hún Ásdís ætlar að segja ykkur betur frá eftir og hvernig græna bókhaldið í rauninni kemur svolítið sterkt þar inn. En svo erum við með þetta þannig að græna bókhaldinu skilað til okkar. Þið þurfa að skila því inn til Umhverfisstofnunar hverju ári og skilafresturinn í ár 1. júní. Yfirleitt hann nú svona í kringum 1. apríl en við slökuðum aðeins á að því að ástandið var þannig. En þá erum við að kalla núna eftir bókhaldi ársins 2019. Við tökum þetta alltaf saman svona á ársbasis. Og hingað til að þá hafa skilin farið þannig fram að stofnanir skila okkur Excel-skjali, Excel-skjalinu góða, en við erum alveg að hverfa frá því. Við erum hætt í Excel-skjalinu og við erum búin að færa okkur alfarið yfir í gagnagátt Umhverfisstofnunar. Og þetta náttúrulega bara gefur okkur miklu betri yfirsýn yfir þessi gögn. Og hérna, ef við færum losunarstuðla þá reiknast þeir afturvirkt og þetta kemur bara í veg fyrir svona skjalarugling sem getur orðið bæði hjá ykkur innan stofnunarinnar ykkar ef allir að senda Excel-skjöl á milli og svo líka í okkar samskiptum. Þannig að við fögnum þessari breytingu. En við hvetjum ykkur samt sem áður til þess að nýta ykkur ennþá Excel-skjalið, bara til þess að skrá hjá okkur ýmsa hluti og bæta kannski við þáttum og skrifa niður forsendur og svona. Það fáanlegt á heimasíðunni okkar. Eins og allar helstu upplýsingar græna bókhaldi. Ég ætlaði ekki að fara svona í smáatriðum í gagnagáttina sjálfa. Við sáum fyrir okkar að birta bara vonandi strax í næstu viku svona stutt kennslumyndband hvernig gáttin virkar. Við höfum verið að fá svolítið fyrirspurnum gáttina sem bara skiljanlegt. Þetta alveg nýtt kerfi. En mér langaði bara að benda ykkur á að þið sjáðu þarna á þessari mynd að á bláu stikunni svona infótakki lengst til hægri á bláu stikunni og þetta í hverri skráningu og þar höfum við reynt að setja inn greinagóðar upplýsingar allar skráningarnar. Þannig að allavega geti kíkt á það ef þið lendið á vegg. Svo meiningin að niðurstöður græns bókhalds verði birtar á heimasíðu grænna skrefa eins og hefur alltaf verið gert hingað til. Við eigum bara eftir að útfæra þann fítus á nýju heimasíðunni. Við erum bara að vinna í því. Þannig að þar getið séð ykkar niðurstöður, borið ykkur saman við aðra stofnanir og séð samtölu allra þeirra sem skila á svona, sem náttúrulega bara mjög áhugaverðar upplýsingar. Ég laug smá ykkur áðan. Þeir tala það að losun vegna samgangna reiknaðist sjálfkrafa í græna bókhaldinu. Hún gerir það fyrir vegasamgöngur, en þið þurfum sjálf að reikna losun frá flugferðum. Og þetta að því að við erum að benda ykkur á að nota reiknivél alþjóða flugmálastofnunarinnar. Það í rauninni bara áreiðanlegasta reiknivélin fyrir þessar upplýsingar og við bendum ykkur á hana til þess að gæta bara samræmis í útreikningum á flugi, bara milli landa og þessar útreikningar séu staðlaðir. En við höfum útbúið svona Excel-skjal sem ætti að hjálpa ykkur, sem að þið finnir líka undir grænu bókhaldi heimasíðunni. Þar erum við búin að taka saman svona algengar ferðir og þið getið nýtt ykkur það, bæði algengar ferðir og algengar flugleggi, þar sem þið þurfum bara að slá inn fjölda ferða. Endilega kíkja á það. En hér sjáum við bara hvernig þessi reiknivél alþjóða flugmálastofnunarinnar lítur út ef við farið inn á hana. Og mér langaði bara nýta tækifæri að benda ykkur á maður þarf að passa hvort maður að velja heila ferð, þess fram og tilbaka, round trip eða bara eitt legg. Og þið sjáu það efst og svo sjáu þið losun vegna þessa eina farþega sem þið að spá í þarna niðri til hægri, total passenger CO2 per journey, hún gefin upp í kílóum og svo vegalengdin neðst, hún gefin upp fyrir hvert legg fyrir sig. Og í rauninni þurfið þið þá að halda utan vegalengdina á hverju ferð og losunina og svo skilið þið þessu bara inn í gagnagáttunni í einni tölu. Þið þurfið ekki að skrá hverja einustu ferðin í gagnagáttunni, það bara ein tala vegalengd og ein tala losun fyrir stofnunina. Við skiptum reyndar upp í innanlandsflug og erlendflug. Mér langaði bara að benda á þetta. En við hvetjum að sjálfsögðu alla ríkisaðila til að fara á stað með græna bókhaldið. Þetta þarf alls ekki að vera flókið og þið getið alltaf haft samband við okkur. Við erum búnar til að hjálpa ykkur gegnum síma eða tölvupóst eða jafnvel koma á fund og hjálpa ykkur. Við höfum líka verið að fyrir ykkur áfram í svona Teams aðstoð þar sem við deilum bara skjá og hjálpum stað. Og það sannarlega ykkar hagur að vera vel upplýst það hver staðan á umhverfismálunum hjá ykkur. Og sérstaklega eins og ég sagði áðan að því að nú þurfum við að fara á stað
að vinna og setja ykkur loftslagsstefnu, þá það náttúrulega bara alveg borðleggjandi að þið þurfið að vera með ykkar mál á hreinu. Og að lokum, með bættum skilum á grænu bókhaldi að þá verður auðveldara að leggja mat á heildar umhverfisáhrif og losun gróðurhúsalofttegunda frá rekstri ríkisins. Og það náttúrulega bara mjög mikilvægar upplýsingar sem við þurfum að eiga. Annars ætla ég ekki að hafa þetta neitt mikið lengra. Ég þakka bara fyrir mig og ég vil gjarna fá spurningar ef einhverjar hafa borist í gegnum tölvupóst eða ef spjallvirknin komin í lag. Hvað segir þér stelpur? Sýnist að mögulega sé spjallvirknin ekki komin í lag, en ég meina spurningu til þín. Ertu með góð ráð fyrir þau sem að vinna í skilum á græna bókhaldinu? Einhver tips? Já, ég myndi segja svona heilt yfir að þá bara rosalega gott að skrá hjá sér sko, hvað maður að gera. Þú veist, hvar fenguð þið hvaða upplýsingar og hvaða þættir þetta sem þið að taka inn í bókhaldi og hvaða þættir kannski sem þið tókuð ekki með, af því að kannski eftir ári eða 2 ára eitthvað þá einhver annar sem þarf að taka við þessari vinnu og það bara mjög gott að hafa þetta allt skrifa hjá sér mjög skilmerkilega og og maður gleymir sér líka bara sjálfur milli ára, en það líka rosalega gott að því að núna eins og ég sagði þá erum við sko að taka saman græna bókhaldið á ársbasis, þannig að oft kannski stofnanir að byrja í byrjun árs að taka saman bókhald fyrra árs. En það mjög gott að vera samt á tánum yfir allt árið og kannski fá ýmsar upplýsingar á kannski 2-3 mánaða fresti. Við erum farin að gera þetta hérna Umhverfisstofnun, fá yfirlit yfir úrganginn á 3 mánaða fresti, fylgjast vel með rafmagnsnotkuninni og vera svolítið á tánum og geta þá frekar brugðist fyrr við ef eitthvað óvenjulegt. Það svolítið svekkjandi að vera átt að sá því kannski í upphafi árs að það fór eitthvað úrskeiðist í febrúar. Það var eitthvað óvenjulegt í gangi með úrganginn og hefði verið hægt að bregðast við fyrr. Þannig að það svona mín góður ráð í bili. Það ein spurning að berast á tölvupósti. Hvernig getur maður fengið aðgang að gagnagáttinni fyrir grænt bókhald? Já, mjög góð spurning. Ég glemdi að koma inn á þetta. Við erum búin að senda öllu þáttakendum aðgang, en ef þið viljið bæta ykkur við eða einhver hefur gleymst sem ég vona hafi ekki gerst, þá bara hafið þið samband, grænskrifa og við bætum ykkur við hið snarasta. Frábært, þá held ég að það sé ekki komnar inn fleiri spurningar á póstinn. Takk hérlega fyrir þetta, Birgitta. Þá fyrir boltinn yfir til Ásdísar. Nei, fyrirgefðu, til Þorbjargar sem ætlar að segja ykkur frá heimasíðunni. Hæ, þína við. Sælveri. Gengur eitthvað illa hjá mér að deila vefnum, en ég segi bara, sjá. Hann var komin upp á náðan. Ok, hann komin núna? Já. Já, flott. Bara, ég segi bara eins og Birgitta, gaman að vera með ykkur. Það enda bara mjög gaman að vera með ykkur því að þetta fyrsta skipt sem við gerum svona og auðvitað tók smá tíma að koma öll í gagni þó við höfum gert próf, fleiri en eitt próf, en þetta bara svona með tæknina. Hún alltaf mjög gagnleg og þess vegna ótrúlega gaman að gera þetta með ykkur og líka frábært að fá tækifæri til að segja ykkur frá verkefninu Grænum skrefum. Ég ætla nú bara að sýna ykkur vefinn. En hann allt í senn upplýsingamiðill skrefin og svo hann líka fréttamiðill þau, samanber fréttinnar hérna, hugmyndabrunnur og eins get ég sagt að fréttinnar það eiginlega svolítið svona sagnfræðileg heimild gangmála. Af því það hægt að skoða fréttir langt aftur í tíman og fylgjast svolítið með því hvenær hvaða stofnun var að fá skref og eins bara hvaða leiðir voru farnar til að leysa hinn ýmsu verkefni. Þannig að ég mæli með að þið skoðið þetta ef þið eru að leita inspirasjón. Svo sýni ég ykkur hérna, já, hún Birgitta talaði græna bókhaldið áðan og hér ein leið inn í gagnagáttina. Undir grænu bókhaldi á síðunni grænskref.is og eins eru hérna skjölin sem hún talaði áðan, Excel-skjalið sem við áður fyrir notum bara í staðinn fyrir gagnagátt, en það getur alveg verið ágætt að halda þetta upplýsingarnar hér
og losun vegna flugferða, svona vinnuskjal. Og sjá. Svo eru vinnugögnin. Þetta síða sem ég mæli klárlega með að þið skoðið. Hér yfirleitt yfir skrefin og þau eru sett upp á svona skemmtilegan hátt og það getur verið ágætt fyrir ykkur á meðan þið eruð að innleiða skrefin að ná í þau hér hérna og prenta út og hengja upp á kaffistofu. Því að samstarfsfélagi ykkar, þeir hafa gott af því að fylgjast vel með hvað verið að gera og hvað í vændum og svo framvegis. Og hérna, það gerir það verkum að allir eru svona meira með. Líka fólki sem ekki í innsta, kannski hring grænna skrefa á vinnustanum. Svo eru hérna alls konar merkingar í nýja útlitinu. Límmiðar og borðstandur. Og ég mæli með því bara að þið skoðið þetta öll, líka þið sem eru löngu komin með límmiða og svo framvegis, því að það getur bara verið gott þegar fólk búið að venjast skilaboðunum, þessum kannski gömlu, að skipta út og vekja athygli aftur á því að þið séuð í þessari innleiðingu. Og öll vinnugögn eru ókeypis og Umhverfisstofnun stendur kostnað að því að senda þetta til ykkar. Þannig kíkið bara inn hér í gegnum þetta er hægt að panta. Þannig að bara veljið þið hérna og bætið við og svo framvegis. Þannig að þetta er svolítið eins og að vera að versla á netinu. Hér eru lógóin í nýja útlitinu. Mörg ykkar eru kannski að nota lógóið, eru með það í undirskriftið eða eitthvað, endilega skiptið þið út fyrir nýju lógóin. Og hérna eru lógóin í upplausn sem í vektorum og svona fyrir þá sem að vilja vinna eitthvað með þau frekar. Einnig langar með að benda ykkur á ítarefni. Hér er alveg rosalega mikið af áhugaverðu og gagnlegu efni. Til dæmis voru stelpunnar hinnar sem eru með mér í grænu skrefunum að taka saman leiðbeiningar umhverfisvænni viðburði sem Ásdís setti hérna upp. Og hér er til dæmis dæmi samgöngusamning, hvernig innkaupagreining er gerð og það er ýmislegt sem að mun gagnast ykkur. Svo eru hérna, ég langar svolítið að vekja athygli á þessu. Þetta er alveg, mér finnst þetta svolítið smátt, en þetta er samt gagnlegir hlutir. Hér er hægt að hafa samband, en bara þið getur líka beint samband við okkur sjálf. En hérna eru líka til dæmis heilræði. Og heilræðin getið þið nýtt ykkur bara til innblásturs, en líka er ágætt að senda þessi heilræði á samstarfsfélagi ykkar. Og þetta er hitt og þetta sem er gott að gera og bara, endilega lesið ykkur í gegnum þetta ef þið hafið tíma. Og annars mæli ég nú bara með að þið skoðið þennan vef. Það er margt áhugavert á honum. Og vefurinn líka alltaf við þróun og loftslagsstefnan sem Ásdís Nína segir ykkur frá eftir, hún kemur hérna inn á einhverjum tímapunkti. Þannig að bara fylgjast vel með og líka fylgjast með okkur á Facebook því þangað setjum við inn þegar við erum að setja nýjar fréttir og svona. En svo við erum með fleiri síður á Facebook heldur en bara græn skref. Ég var að útbúa þessa hérna síðu af því að einu sinni þá var ég eins og þið var að vinna hjá annarri stofnun en Umhverfisstofnun og mér fannst vanta samtal við alla hina sem væri í sömu sporum. Stundum langaði mig kannski bara að vita hvaða lausnir hvaða leiði var þetta að fara til þess að flokka á smekklegan hátt eða bara alls konar og oft er þetta að fá svör bara hjá starfsmönnum grænna skrefa en stundum vill maður bara samtal og það kannski, þannig ég mæli með að þið nýtið þetta endilega ef þið eruð á Facebook að sækjum aðganga á þessu, bara allir sem eru að innleiða græn skref nota þennan vef bæði til þess að spyrja en líka segja frá ef ykkur fannst þið gera vel í einhverju. Segja frá því að fundu einhverja sniðuga lausn eða leið. Svo erum við líka með nytjamarkaðin sem þið kannski, þetta er til sátt, nytjamarkaður grænna skrefa til þekki hann örugglega mörg en hann er sem sagt hugsaður fyrir ríkisstofnanir sem vilja framlengja líf hluta sem þeir hafa ekki lengur not fyrir. Og eins til að óska eftir hluti sem vantar. Þetta er náttúrulega leið til þess að spara úr umhverfisáhrifum í staðinn fyrir að vera alltaf að kaupa nýtt. Þannig að nýtið þessa síðu líka vel.
Annars ætlaði ég ekkert að tala neitt meira en bara mjög spennt að hefja samstarf við ykkur öll og ég er orðin tengiliður hinna ýmsu stofnana við verkefnið og ég eftir að senda ykkur póst og bara hlakka til að heyri í ykkur og hitta okkur. Og ef það voru eitthvað spurningar þá held ég bara, voru ykkur spurningar eða eigum við að skipta yfir á Ásdísi? Já, við skulum bara endilega skipta yfir á Ásdísi. Það eru komnar einhverjar fleiri spurningar á póstinn og græna bókhaldi. Þannig að ég held að við tökum þau bara í lokin. Þá hefum við aðeins tíma fyrir spurningar. Bara yfir til þín, Ásdís. Já, takk. Ég segi bara eins og hinnar, gaman að vera með ykkur hérna í dag. Ég hingað komin til þess að aðeins að tala við ykkur heyrið í mér. Við heyrum vel í þér, við viljum kannski sjá þig. Máttu kveikja mynd? Máttu setja mynd. Einmitt, afsakið. Svona, þá ætti þetta að vera komið. Já, ég er sem sagt komin hingað til þess að tala aðeins við ykkur loftslagsstefnuna og ég ætla bara að demba mér beint í það þar sem við erum pinkulítið eftir áætlun. Svona. Já, eins og kannski sum ykkar vita, þá voru sem sagt samþykkt af Alþingi endurbætt loftslagslög í fyrra, í apríl, en markmið þessara laga er að hið opinbera í heild sinni fari fram með góðu fordæmi og þar var samþykkt að Stjórnarráð Íslands, stofnanir ríkisins, fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkisins og sveitarfélög ættu að setja sér loftslagsstefnu. Og hlutverk umhverfisstofnunar er að hafa eftirlit með því að allir þessir aðilar sem sagt setji sér loftslagsstefnu og að þær innleiða aðgerðir samkvæmt loftslagsstefnunni ásamt því að vera stofnunum ríkisins til halds og trausts varðandi mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda og árangri aðgerðara vegna innri reksturs. Síðan skilum við umhverfisstofnun skýrslu til ráðherra árlega árangur stofnana ríkisins í loftslagsmálum. Og það sem við biðjum ykkur í þessu er þríþætt. Það er að móta ykkur loftslagsstefnu, setja ykkur skýr markmið og að setja saman góða aðgerðaáætlun sem að stuðlar að því að þessum markmiðum verði náð. Núna spyrðu þið kannski af hverju erum við að biðja ykkur þetta, en það er einfalt. Það er til þess að stuðla því að Ísland standi við sínar skuldbindingar á alþjóðavettvangi á sviði loftslagsmála og svo að hið opinbera fari fram með góðu fordæmi þegar það kemur að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Loftslagsstefnan sjálf, hún má standa ein og sér að tilheyra stærri sjálfbærnistefnu, til dæmis ef að þið eru nú þegar þáttakendur í grænu skrefunum og komið skref 1, þá eru þið komið umhverfisstefnu sem er eitt af skrefunum þar og þá gætið þið til dæmis bara bætt loftslagsstefnunni þar við ef að það hentar ykkur, en þetta má alveg standa sér líka ef þið viljið frekar fara þá leið. Við höfum útbúið leiðbeiningar sem að munu vonandi koma á heimasíðuna hjá okkur í næstu viku, við sjáum til, sem að eiga að aðstoða ykkur við gerð loftslagsstefnunnar og þar er útskýrt hvað loftslagsstefnan á að innihalda. En við biðjum ykkur að skila inn útlistun á framtíðarsýn, yfirmarkmiðum, umfangi, gildissviði, hvernig eftirfylgni verður háttað, tengingu við núverandi skuldbindingar og hvernig staðið verður að kolefnisjöfnun. Loftslagsstefnan tekur til alls reksturs ríkisaðila. Fyrst sinn ætlum við að einbeita okkur að samgöngum, orkunotkun og úrgangi, en við stefnum að því að auka metnaðinn eftir því sem meiri þekking og reynsla kemur í aðra málaflokka, til dæmis með matvæli. Og við hvetjum ykkur bara til þess að hefjast handa sem fyrst við mótun á loftslagsstefnunni og markmiðasetningun og aðgerðaáætlun, þar sem hún á að vera samþykkt og komin í gagnið fyrir lok árs 2021. Og þannig það er bara best að hefjast handa. Sérstaklega vegna þess að í markmiðasetningunni einmitt sem að má tilheyra loftslagsstefnunni eða vera sérplagg, þá biðjum við ykkur að skila grænu bókhaldi. Og við gerum það vegna þess að við viljum að markmiðin ykkar séu smart, það er skýr, mælanleg, aðlaðandi, raunhæf og tímasett. Og til þess að markmiðin geti verið mælanleg, þá þurfum við að hafa áreiðanleg gögn sem að þau byggja á og þar getur græna bókhaldi heldur betur hjálpað ykkur.
Við byggjum ykkur líka að skila okkur græna bókhaldinu vegna þess að þau tilheyra nú þegar grænu skrefunum, meira svo bara í skrefi 1 og við vildum endilega lágmarka vinnuna á tíman sem að þið leggið í þetta með því að samtvinna þetta við grænu skrefin eins mikið og hægt var. Losunar stuðlar umhverfisstofnunar eru innbyggðir í bókhaldið og við höfum reynt að gera þetta eins aðgengilegt og einfalt og mögulegt eins og Birgitta sagði ykkur frá það með nýju gagnagáttinni. Og við erum síðan líka alltaf móttækilegar fyrir uppástungum hvernig má betur bæta þetta hjá okkur ef að það kemur eitthvað upp. Svo vildi ég líka segja það að þar sem að Umhverfisstofnun á að hafa eftirlit með því að ríkisaðilar innleiði aðgerðir loftslagsstefnu þá, og til þess að við getum gert það með góða móti, græna bókhaldið bara besti kosturinn. Markmiðunum verða að fylgja aðgerðir sem að tryggja að markmiðunum sé náð og við höfum útbúið Excel-skjal sem að þið getið nýtt ykkur í þessum tilgangi ef það hentar ykkur, en þið megi líka alveg gera þetta bara eftir ykkar eigin höfði. En við gerum hins vegar kröfu það að aðgerðirnar séu tímasettar og með tilgreindan ábyrgðaraðila. Og þar að auki mælum við með því að þið reynið að áætla áhrif á losun og kostnað. Og Excel-skjalið sem við höfum útbúið lítur nokkuð eins svona út, bara svona svo þið geta haft það í huga. Svona að lokum þá veit ég að þetta mjög mikið kannski af nýjum upplýsingum fyrir ykkur og þess vegna langar mig að ítrykka að við erum til staðar hérna fyrir ykkur og þið geta alltaf haft samband við okkur beint í gegnum grænskref@grænskref.is og ef það eitthvað sem ég vil að þið takið frá þessari kynningu þá það þetta hér að þið muni það að öll starfsemi ríkisins skal setja sér loftslagsstefnu sem verður tilbúin í síðasta lagi við árslok 2021 að við höfum útbúið leiðbeiningar sem tilgreina hvað loftslagsstefnan á að innihalda þannig að við erum að reyna að gera þetta eins einfalt og þægilegt fyrir ykkur eins og mögulegt Við erum að biðja ykkur 3 hluti, það loftslagsstefna, markmið og aðgerðaáætlun og við mælum með því að þið byrjið, að við höfum reynt að samþynda við grænuskrifin eins mikið og hægt og síðan að lokum að við mælum með því að þið byrjið sem fyrst og við munum senda ykkur tilkynningu leið og þetta kemur á vefinn hjá okkur sem verður vonandi í næstu viku. Annars langar mig bara að þakka fyrir hlustunina og bjóða ykkur að senda spurningar ef að þær eru kannski ekki nú þegar komnar. Takk fyrir þetta, Ásdís. Mjög skýrt. Það ekki komnar spurningar út í loftslagsstefnuna akkurat núna, þannig að ég held að við ættum bara að taka nokkrar spurningar sem að bárust til þín Birgitta græna bókhaldið og sjáum til hvort það eitthvað bætist við. Við höfum 8 mínútur. Fyrsta spurningin. Þarf að skila í gagnagáttina ef búið að skila í Excel? Já, við færðum allar niðurstöður inn á gagnagáttina, þannig að það eldri bókhöld ættu að vera komin þangað inn. En ef þið að tala ef þetta á við 2018 eða 19 bókhald, þá myndi ég endilega hvetja ykkur til þess að setja þeir inn í gagnagáttina, ef það ekki komið þangað. Og já, það væri mjög gott ef þið myndi gera það sjálf. Af því það líka bara flott fyrir ykkur að fara yfir það hvort þetta sé ekki allt rétt og sömuleiðis að kíkja þá á þessar eldri skráningar sem að við færðum automatist yfir og bara gá hvort þetta sé ekki allt eins og það á að vera. Takk fyrir þetta. Svo önnur spurning til þín, Birgitta. Einhver tékklisti eða minnislisti yfir hluti sem fólk þarf að muna eftir að mæla svo að fólk yfirsjást ekki einhver atriði? Og ef svo hvað hann að finna? Þetta bara mjög góð ábending til okkar. Nei, í rauninni ekki. Excel-skjalið sjálft sem að bókhaldið hefur verið unnið í hingað til og náttúrulega gagnagáttin bara svona ágætis tékklisti en þetta mjög góð ábending. Við megum alveg klárlega að útbúa betri upplýsingar hvað það sem þið þurfið að afla fyrir græna bókhaldið. Takk fyrir þessa ábending. Og svo lokum græna bókhaldið. Mælieiningar fyrir aðrar rekstrarvörur sem eru inn í bókhaldinu. Í gagnagáttinni 2019 gert ráð fyrir að nota kíló per einingu fyrir plastpoka og hreinlætispappír. Hingað til höfum við notað fjöldi
stykkja og krónur, er einhver reiknivél til að finna út kílóin. Á reikningum Birgja eru þessar vörur ekki gefnar upp í kílóum. Akkurat, þetta líka mjög Því góð erfitt að gera samanburð á milli ára þegar sömu einingar eru ekki notaðar. Algjörlega. Þetta bara eitthvað sem að hreinlega gleymdist hjá okkur þegar við settum gagnagátinu upp. Við erum ég tala reyndar ekkert það áðan, en það síða sem heitir aðrar rekstrarvörur. Það sem að þið getið skráð inn einmitt hreinlætispappír, plastpoka, tölvur, hvað það sem þið vilja halda utan sérstaklega annað. En við ætlum að bæta við þeim valmöguleika að geta skráð inn stykki og verð. Þannig að forritarinn okkar bara að vinna í því as we speak. Og við munum senda út tilkynningu þegar það klárt. Og það líka svona pínur hnökrar, við höfum fengið ábendingur að í yfirlitinu sem við getum séð yfir stöðun ykkar, þá fáið þið svona myndrænt yfirlit inn í gáttunni. Þá stundum virðist vant einhver ár inni og svona, við erum líka að vinna að bæta það. Og við munum láta ykkur vita að þetta allt klappað og klárt. Frábært, takk fyrir þetta, Birgitta. Það einn spurning hérna sem ég skal svara hjólavottunina. Hvar finn ég hvernig ég get reiknað út hvort við náum silfurvottun í sambandi við hjólreiðar? Það hvaða þætti þarf að uppfylla. Það mjög góð spurning. Það á hjólavottun.is. Við gerum sem sagt ekki kröfu að fólk eða stofnanir sæki vottunina sjálfa, en við tökum mið af þeim aðgerðum sem eru í hjólavottuninni, þannig að ég hveti ykkur til þess að kíkja inn á hjólavottun.is og ég held að þetta bara að skella eina góða frétt hjólavottunina og það aðgerðir sem tengjast hjólreiðum fyrir grænuskrefin. Það væri bara, skulum við setja hana í loftið bara í næstu viku. Já, þá held ég að... Ég sá að það var að berast hérna einn spurning. Já. Ef ég bara tek stjórnina þar, Hildur. Endilega. Hérna kemur einn og segir, einhvern veginn hægt að samtvinna skref 5 við loftslagsstefnuna og markmiðssetningu og aðgerðaáætlun? Og þetta náttúrulega bara mjög góð spurning og það akkurat það sem við ætlum að gera. Þegar við förum í yfirhalningu á skrefunum í haust, að þá muni þetta tala betur saman. En í rauninni, þó þið hefði vinnu núna við gerð loftslagsstefnu og eruð kannski á sama tíma í 5. skrefinu, þá þetta talar í rauninni alveg saman í dag. 5. skrefi snýst bara að setja sér, setja upp svona gæðakerfi umhverfismála og auðvitað koma loftslagsmálin þar inn. Þannig að, stuttasvari þetta eiginlega að tala saman, en við munum láta það tala ennþá meira saman þegar við förum í yfirhalningarfasa í haust. Já. Það hefur verið komin ein enn, eða ekki? Jú, ég bara skil ekki alveg, það var... Já, hérna spurning, hvar finnum við leiðbeiningar hvað á að vera í loftslagsstefnu? Akkurat, Ásdís, þú kannski tekur þess að ég stel ekki aftur spurningunni. Minnsta málið. Já, við ætlum að stefna því að birta leiðbeiningarnar í næstu viku á heimasíðu Grænaskrefa. Þannig það sem að Þorbjörg var að sýna ykkur áðan, efsta stikan á heimasíðunni, þið getið líka bara farið á grænskref.is, að þar mun þetta koma inn. Þannig við stefnum að því að koma inn í næstu viku og við munum bara senda ykkur öllum tilkynningu þegar að þetta verður komið inn. Glæsilegt. Þá held ég bara að það séu ekki fleiri spýtunum, það alltaf eitthvað að berast. Það svoleiðis hrannastinn. Verður samráð við þáttakendur í yfirhalningu? Algjörlega. Við viljum endilega fá inn ábendingar og tillögur að nýjum aðgerðum eða endurskoða þær aðgerðir sem eru nú þegar inni í skrefunum. Því að einhverjar eru mögulega orðnar úreltar. Þannig að við viljum endilega hvetja alla til þess að senda inn ábendingar og við reynum alltaf í samtali við stofnanirnar að hafa þetta samtal mjög opið og hafa þetta mjög lifandi verkefni. Og við höfum svo sem rætt að það væri náttúrulega rosalega gaman að geta haldið eitthvað samráðsfund í þessum fasa, en við höfum bara eftir að ákveða kannski aðeins betur. Já, drauminn væri að halda í haust jafnvel svona vinnustofu með þáttakendum
og fara þá þarna í yfirhalninguna. Ég að fara yfir hérna hvort það sé eitthvað sem við erum að gleyma. Já, hér spurning, ég veit reyndar ekki hvort þetta bara beint til okkar eða í gegnum fundinn, en það skiptir kannski ekki máli. Að færa grænt bókhald og var að velta fyrir mér hvernig ég að skrá ræstiþjónustu. Verið að tala hvað þjónustan kostaði í krónum eða vörur sem þau nota. Og ef það verið að meina upphæð, hvernig á að skrá hvaða hluti sé umhverfisvænn. Já, þetta kannski svolítið smáatriði spurning, en í ræstiþjónustunni við sem sagt viljum að þið haldi utan hvernig ræstiþjónustu þið kaupið, ef þið að úthýsa hana, og þar náttúrulega aðalega að fylgjast með hvort þið að kaupa umhverfisvottaða þjónustu eða ekki. Og eina leiðin til þess að gera það ef þið kannski að verslaði marga aðila að í rauninni nota verðið sem svona mælikvarða á hlutfalli á milli vottaðra þjónustu versus ekki vottaðrar. En við erum alls ekkert að krefja ykkur að setja inn verð. Þið geta alveg sett bara hlutfallin. Þú veist, ef það umhverfisvottaður ræstiþjónusta sem ræstir 70% af ykkar húsnæði, þá setjið þið bara inn 70 í verðið og 30 fyrir þá þjónustu sem ekki vottuð. Þið hakið svo inn í gáttinni við vottuð eða ekki vottuð. Þetta kannski svolítið mikið smáatriði sem við munum koma inn á í kennslumyndbandinu, en það það bara gott að komast til skila að við viljum að ástæðan fyrir að við erum að halda utan ræstiþjónustan að við erum alltaf hvet ykkur til þess að versla við umhverfisvottaða aðila. Flott. Takk fyrir þetta, Birgitta. Þá viljum við bara þakka ykkur kærlega fyrir að vera með okkur í þessari útsendingu í dag og takk fyrir að senda okkur spurningar og afsakið eftir þessa tæknilegu erfiðleika í byrjun og að spjalli skildi ekki virka, en hvetjum ykkur til þess að senda áfram spurningar og við svörum þeim í tölvupósti. Bara takk fyrir í dag og hafið það gott. Bless, bless.